Þór heiti ég og við erum enn stödd hérna í Lækjarkoti við Arninn og erum að rifja upp sögur. Nú ætla ég að segja ævintýri sem að mér finnst mjög sérstætt og öðruvísi en öll önnur ævintýri. Það sýnir okkur hvað tíminn líður hratt þegar okkur líður vel en hægt þegar okkur líður illa. Það var fyrir 1, 2 til 3 öldum í afskekktri sveit á Vestfjörðum var lítið smalatelpa sem hét Una. Smalarnir áttu ekki alltaf gott. Þeir fóru með ærnar í haga, stundum langa leið, inn á einhvern afdal þegar búið var að mjalta á morgnana og þar þurftu þær sífellt að vera að hlaupa kringum ærnar því að sumar voru ráðskjarnar og vildu komast eitthvað í einhverja aðra haga. Þetta gat nú verið gott þegar var gott veður og ærnar spakar, en svo gátu komið kalsaveður, rigning og lítið skjól. Smalarnir orðnir gegndrepa, en það versta var þokan. Bæði það var hætta á að kindurnar hyrfu út í þokuna, var erfiðara að passa upp á þær, og svo var það sem fylgdi þokunni. Það voru útilegumennirnir sem fylgdu þokujaðrinum svo þeir rétt sæjust ekki, og þegar þeir sáu sér tök á og skutust þeir fram og gripu smalastúlkurnar og fóru með þær inn í útilegumannabygdirnar sem þá var trúað að væri til á Öræfunum. Hún Una litla var í þessu hlutskipti, og eitt skipti þegar hún kom með ærnar að stöðlunum þá vantaði eina á og hún fékk bágt fyrir. Daginn eftir fréttist að hún hefði strokið í vindinn og var Una send í bítið morguninn eftir til að ná í þær yfir í næstu sveit. Og hún lagði snemma af stað og á heiðina, en troðningarnir voru mjög óglöggir enda heiðin fáfarin og brátt tapaði hún þeim. Og hún leitaði en fann þá ekki, var hrædd og fór að hlaupa og villtist. Loks bar hana að Klettaborg nokkurri og henni datt í huga að klifra upp á Klettaborgina og vita hvort hún sæi göturnar þaðan. En þegar hún var að fara upp urðina upp að Klettaborginni þá sá hún allt í einu undurfagran og glitrandi stein. Hún var frá sér numin af fegurð steinsins og hún tók hann upp og þá heyrði hún hljóðfæraslátt og fuglasöng og hún stóð í höll með gullbikar í hendi fyrir framan konung og drottningu. Konungurinn sagði við hana: "Vertu velkomin til okkar, Una litla. Þú mátt leika þér í aldingarðinum mínum svolitla stund. Þú verður látin vita þegar stundin er runnin." Una var ekkert feimin, en svo kom piltur, prúðbúinn, og fylgdi henni út í garð sem var unaðslega fallegur. Þar voru fjöllit blóm og fiðrildi og fuglar sem sungu unaðslega svo hún hafði aldrei heyrt annan en söng. Hún las ávexti af trjánum og borðaði og hafði aldrei fengið annan eins mat. Loks gleymdi hún sér alveg, en varðveitti þó alltaf steinin. Svo stóð drengurinn allt í einu hjá henni og segir: "Stundin er runnin, hverfðu heim." Hún tók steininn og stakk honum á sig og stóð þó í sömu skriðunni sem að hún hafði fundið steininn í. En henni brá skelfilega, því hún var ekki lengur lítil stelpa, heldur gömul kona. Gráar hárflygsurnar héngu niður á axlirnar. Hún var lotin í herðum og krukkótt í andliti og á höndum. Hún staulaðist niður úr skriðunni við illan leik, en fann troðningana, þeir voru mikið gleggri en áður. Og hún staulaðist niður af heiðinni og niður í dalinn sem hún ætlaði varla að þekkja, og hún staulaðist heim á bæinn sinn. Og hann þekkti hún alls ekki, en vissi hann átti að vera þarna. Hún barði á dyrum, dagþrota, og til dyra kom gamall maður sem hún þekkti ekki. Hann segir hranalega við hana: "Hvað vilt þú? Ertu förukona?" En hún svaraði ekki spurningunni, heldur sagði: "Var ekki einhvern tíma hérna lítil telpa sem hét Una?" "Ha, jú. Hún var hérna. Hún týndist í leit að búsmala fyrir 60 árum. Þú hefur þó ekki rekist á beinin hennar í dag á heiðinni. Þau hafa aldrei fundist og mikið verið leitað. Húsbændurnir sem þá voru á þessum bæ eru löngu komnir undir græna torfu." Þá svaraði Una: "Ég er Una. Kallinn rak í rogastans."
glápti á hana og ætlaði að fara að spyrja hana hvað á daga hennar hefði drifið, en Una tók steininn og stakk honum á sig og í staðinn fyrir að fá svar þá heyrði hundinn hljóðfæraslátt og fuglasöng í fjarska og Una var horfin. Þegar ég var strákur var ég í sveit í Grímstungu í Vatnsdal. Þar var siður að fólk fleygði sér eftir matinn sem kallað var og hvíldi sig í svona kortur 20 mínútur og það gerðu allir á heimilinu nema Péturína húsfreyja. Hún fór að taka til í eldhúsinu sínu og ég fór þá yfirleitt inn í eldhús til hennar því ég hafði enga löngun til að leggja mig og hún sagði mér sögur, margar sögur og ein sagan var á þessa leið. Þegar hún var barn var hún í Forsæludal sem innsti bær í Vatnsdal, raunar í Forsæludal. Þar hafði hún meðal annars það verkefni að reka kýr í haga og sækja þær til mjalta. Í þessum bæ, eins og öllum torfbæjum, voru löng og dimm göng og opnar gáttir inn í húsin afhýsin sem voru sitt hvoru megin við göngin. Innst voru dyr til beggja handa, aðrar inn í baðstofuna. En göngin náðu aðeins lengra þannig að það myndaðist skot. Þar var kista, stór kista, sem geymdi svona ýmislegt. Og einu sinni þegar Péturína kom inn frá því að sækja kýrnar, þá hljóp hún eins og venjulega eftir göngunum og kom móðin í baðstofu. Og þá sagði gamla Sigríður sem satt þar á rúmstokknum: "Ertu hrædd við að fara inn göngin fram hjá dyragáttunum?" "Já." Péturína sagði það. Þá sagði gamla Sigríður: "Þú þarft ekki að vera hrædd við það. Annað er með skoti þar sem kistan stendur. Þar er eitthvað sem ég kem ekki fyrir mig hvað er, en eitthvað er þar." Svo liðu árin. Péturína var full tíða og giftist Lárusi bónda í Grímstungu, var þar húsfreyja langa ævi. Svo var gamli bærinn í Forsæludal rifinn og svo var tekinn grunnur fyrir nýju húsi og þegar grunnurinn var tekinn þá komu upp nokkrar beinagrindur akkurat þar sem skotið með kistunni var í og þær voru að ég held jarðsettar í reit sem þarna á Undirfelli. Það hefur gamla Sigríður séð. Inn úr Eyjafjarðardal gengur dalur sem heitir Djúpidalur og inn úr Djúpidal gengur dalur sem heitir Strjúgsárdalur. Strjúgsárdalur klofnar í tvennt og heitir Þverdalur sem gengur vestur úr honum. Og landið á milli og fjallið á milli þessara tveggja dala heitir Sneis. Í tungunni á milli Sneisinni var eitt sinn Saurbæjarsel. Það var sel prestsins í Saurbæ. Og þar var, þegar þessi saga gerist, ráðskona sem var hörð í skapi og 10 ára gömul telpa sem hét Sigríður. Og hún þurfti að hlíta kjörum smalans sem ekki var alltaf auðvelt eins og áður segir. Og eitt sinn þegar hún kom haustið í kalsa veðri heim með ærnar til mjalta, þá vantaði eina á. Og ráðskonan var æf og rak hana af stað tilbaka, blauta og hrakta til að leita að ánni. Hún fór af stað, döpur í bragði og ráðskonan mjaltaði ærnar og fór síðan inn með nyttina til að vinna úr henni, þá eða daginn eftir, og fór svo að sofa. En morguninn þegar hún vaknaði var Sigríður ekki komin. Þá fór ráðskonan ekki að verða sel. Hún hugsaði að hún hafi rekið hana blauta og þreytta út í slagveðrið og þá verið þá henni að kenna ef að eitthvað hefði komið fyrir. Hún fór niður í Strjúgsá og spurðist fyrir þar hvort hún hefði komið þangað, en hún hafði ekki komið þar. Þá fór hún niður í Saurbæ og sagði sínar þær ekki sléttar og þá voru 2 menn sendir inn á dalinn að leita og innst inn á dalnum fundu þeir Sigríði örenda á litlum hól sem síðan heitir Sigríðarhóll. Þeir báru líkið niður í Saurbæ og þar var hún greftruð. En eftir þetta var ráðskonan ekki rótt. Hún hugsaði stöðugt það að það var hún sem rak Sigríði út í dauðann. Svo var sendur nýr smali á selið og hann fór að kvarta yfir því að þegar var dimmviðri og þoka, þá sagðist hann sjá skugga af lítilli mannveru út í þokunni. Og eftir þessum lengra leið á haustið,
þá kom þessi skuggi alltaf nær og honum var ekkert þetta gefið. Svo var það síðla haustið. Það hafði verið norðan rigning, hvassviðri sem breyttist í slyddu og setti nokkuð snjó upp í kofavegginn. Og Smalinn kom með ærnar og ráðskonan mjólkaði og fór með nyttina inn og þegar búið var að vinna öll verk sem ætti var að vinna þá, lögðust þau til svefns. En ráðskonan gat ekki sofnað. Hún bylti sér og velti í rúminu og var alltaf að hugsa Sigríði. Og þennan skugga sem að Smalinn sá í þokunni og dimmviðrinu. Allt var hljótt. Það hafði byrt upp með frosti og frosið við kofavegginn. Þá heyrði hún ráðskonan allt í einu hljóð utan kofavegginn, eins og væri stigið í snjóinn. Það marraði í snjónum og svo var eins og annað skref væri stigið og svo var eins og einhver gengi hægt meðfram kofaveggnum og fyrir hornið og ráðskonan spenntist upp. Hver skyldi þetta vera? Svo staðnæmdist fótatakið við hurðina. Svo sá hún snerilinn á hurðinni fara að snúast. Hægt og hægt. Þangað til hann var orðinn lóðréttur. Ráðskonan stífnaði meira og meira upp og dró sængina alveg upp að augum og fylgdist með. Þá fór hurðin að opnast þangað til hann var opinn upp á gátt og þar stóð Sigríður í dyragættinni og hvessti augun á ráðskonuna. Hún öskraði upp og Smalinn vaknaði, ruglaður, en Sigríður gekk hægum skrefum í áttina að rúmi ráðskonu. Hún gekk að rúminu og greip kverkarenni. Ráðskonan braust á hæl og hnakka en hafði ekki við henni. Smalinn vaknaði við lætin og spratt á fætur og þá dró draugurinn sig út úr kofanum og hvarf. Ráðskonan hélst ekki lengur við í selinu, heldur fór niður í Saurbæ og afurðirnar voru sóttar og farið með þær heim í Saurbæ og Smalinn kom með féð. Svo var allt kyrrt tíma. Allir sváfu í baðstofunni nema prestur, hann var inni í hjónahúsinu og ekkert bara til tíðinda lengi. Svo var það einhverja nótt að ráðskonu gekk venju fremur illa að sofna, sem var nú reyndar yfirleitt erfitt fyrir hana. Og þá sér hún hvar hurðin opnast fram í göngin og blátt ljós kemur út úr göngunum og í ljósinu var Sigríður. Hún starði á ráðskonuna og gekk með útréttum höndum að rúminu hennar. En ráðskonan öskraði upp, kallaði Sigríður er komin, Sigríður er komin. Fólk vaknaði, ruglað og vissi ekki hvaðan á stóð veðrið. Prestur kom fram og spurði hvað var að og allir sagði Sigríður er komin, Sigríður er komin. Hann þreif þá sálmabók og fór með hana fram á undan sér og hopaði Sigríður undan sálmabókinni fram í göngin og hvarf. Eftir þetta varð prestur að sitja á rúmstokknum hjá selráðskoninni oft á tíðum því hún gat ekkert sofið öðruvísi. Svo hvarf hún yfir í aðra sveit, henni var ekki lengur vært í Eyjafirði og svo dó hún seinna. En síðan hefur lítið orðið vart við Sigríði.